Geðlæknir var ráðinn á 4 mismunandi heilbrigðisstofnanir á meðan hann var til rannsóknar vegna meintra kynferðislegra samskipta við börn. Lögreglu er ekki skylt að láta embætti landlæknis vita. Stjórnmálafræðingur segir ólíklegt að hægt verði að hrinda í framkvæmd öllu því sem boðað er í samstarfsyfirlýsingu nýja meirihlutans í Reykjavík. Tíminn sé of naumur. Þúsundir mættu á mótmælasamkomur hér í Berlín og annars staðar í Þýskalandi gegn hægri öfgasamtökum og flokkum. 15 kjósenda hér virðist óákveðinn fyrir kosningarnar á morgun. Flokkur fólksins samþykkti á landsfundi í dag að breyta skráningu hans úr félagi í stjórnmálasamtök. Formaðurinn segir ævintýri líkast að vera einn valdamesti stjórnmálaflokkur landsins. Úrslit söngvakeppninnar fara fram í Gufunesi í kvöld þar sem 6 lög keppa hylli þjóðarinnar. Að þessu sinni verður ekki einvígi milli efstu 2 laganna. Gott kvöld. Geðlæknir sem hefur verið til rannsóknar vegna meintra kynferðislegra samskipta við barnungar stúlkur hefur verið ráðinn til starfa hjá 4 mismunandi heilbrigðisstofnunum, þar á meðal barna- og unglingageðdeild, eftir að hann hrökklaðist úr starfi á Vogi. Læknirinn átti í sambandi við samstarfskonu sína á Vogi sem kærði hann fyrir kynferðisbrot. Hún sagði hann hafa skrifað upp á sterk geðrófslyf og róandi lyf og notfært sér svefndrunga hennar. Þá afhendi konan lögreglu myndir úr tölvupóstfangi mannsins sem sýndu fáklæddar ungar stúlkur. Konan tilkynnti vinnuveitendum sínum á Vogi meint brot læknisins gegn sér snemma árs 2022. Læknirinn kom engu að síður fram fyrir hönd sjúkrahússins í fjölmiðlum eftir það. Að mati lögreglustjóra var framburður konunnar trúverðugur en rannsóknin var felld niður. Sú ákvörðun var kærð til ríkissaksóknara sem staðfesti niðurstöðu lögreglu. Aftur á móti hefur Fréttastofa fengið staðfest að ríkissaksóknari fór fram á að lögregla rannsakaði áfram meint kynferðisleg samskipti læknisins við börn. Læknirinn hóf störf á barna- og unglingageðdeild fyrr í vetur en samkvæmt heimildum Fréttastofu var spítalinn ekki upplýstur meint brot hans og hann látinn fara þegar að Landspítali fékk veður af þeim. Aðrar heilbrigðisstofnanir sem læknirinn starfaði hjá höfðu heldur ekki upplýsingar meint brot. Við getum auðvitað ekki tjáð okkur einstök mál en mér er ekki kunnugt að slíkt mál sé hér á borðum núna. Ef að embætti landlæknis fær vitneskju mál þá getur landlæknir gripið til ákveðinna aðgerða. Til dæmis sé hægt að svipta lækni starfsleyfi tímabundið. Ef það er talið að hann sé hættulegur í starfi, en það þarf þá að vera einhver gögn það og vitneskju upplýsingar fyrir hendi. Því það er íþyngjandi að missa starfsleyfi. En lögreglu er til dæmis ekki skylt að láta embætti landlæknis vita? Lögreglu er ekki skylt að gera það og vinnuveitendum er ekki skylt að gera það. En vinnuveitendur, ef þeir vita slíkt, þeir geta líka gripið til úrræða eins og að leysa fólk frá störfum. Húsnæðismál verða sett í forgang hjá nýjum meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðingur segir þó ólíklegt að hægt verði að hrinda öllum áformum meirihlutans í framkvæmd á þeim stutta tíma sem eftir af kjörtímabilinu. Oddvitar Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalista, Flokks fólksins og Vinstri grænna kynntu í gær samstarfsyfirlýsingu flokkana í borgarstjórn. Þetta er ekki löng yfirlýsing, 3 blaðsíður. Samstarfssáttmáli gamla meirihlutans var til dæmis mun lengri eða rúmlega 30 blaðsíður. Munurinn er auðvitað sá að þessi sáttmáli, gamli sáttmálinn, var gerður í upphaf kjörtímabils en nú er einungis 15 mánuði til kosninga. En hvað kemur fram í þessari nýju yfirlýsingu? Húsnæðismálin verða sett í forgang. Þá skipuleggja nýtt 10.000 manna íbúðahverfi hér í Úlfarsárdal, meðal annars í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og einnig stórauka framboð á félagslegu leiguhúsnæði. Svo er það samgöngumálin. Áfram verður unnið að lagningu borgarlínu og Sundabraut er áfram á dagskrá. Auka á tíðni strætisvagnaferða og bæta þjónustu við farþega. Flokkarnir vilja líka endurskoða reglur varðandi bílastæði og íbúðakort en ekki kemur fram í yfirlýsingunni hvernig það verður útfært. Þá er stefnt að því að efla skólaþjónustu, forgangsraða fjármunum til íþróttamannvirkja fyrir börn, lengja opnunartíma sundlauga helgar, breyta reglum frístundakort, styðja við uppbyggingu ríkisins á hjúkrunarheimilum
og fjármagna áætlanir selalög í Húsdýragarðinum. Svo það flugvöllurinn, hann verður áfram hér í Vatnsmýrinni og öryggi hans tryggt á meðan leitað að nýrri staðsendingu. Ekki þó minnst á Hvassahraun í því samhengi eins og í samstarfsyfirlýsingu gamla meirihlutans. Flokkarnir virðast ná vel saman. Þetta eru konur sem hafa ekki komið upp nein ágreiningsmál. Þannig að það er ekkert sem er á borðinu sem ætti að gefa tilefni til þess að þessi meirihluti springi. Þó auðvitað geti meirihlutar alltaf sprungið. Ólafur segir samstarfsyfirlýsinguna fela í sér skýra vinstri áherslu. Hitt svo annað mál að það eru bara 14 mánuðir eftir þessu kjörtímabili. Þannig að það er nú ekki mjög líklegt að meirihlutin geti hrint miklu af þessu í framkvæmd á þeim tíma. Þannig að margt af þessu eru lengri tíma mál en þá náttúrulega líka ef að framkvæmdina verða ekki miklar á þessu kjörtímabili þá verða útgjöldin náttúrulega heldur ekki mikil á þessu kjörtímabili. En það er í rauninni ekkert það í þessum sáttmála hvernig meirihlutin hyggst auka tekjur en kannski þarf hann ekki að gera grein fyrir því fyrir í næstu kosningum. 15 kjósenda virðist vera óákveðin fyrir þingkosningarnar sem haldnar verða í Þýskalandi á morgun. Efnahagsmál og málefni innflytjenda og flóttafólks hafa verið ofarlega á baugi í stuttri og snarpri kosningabaráttu. Björn Malmquist í Berlín að fylgjast með aðdraganda kosningarna. Björn, það voru fjölmennir mótmælafundir í Berlín og Hamborg í dag. Já, Valgeir, hér í Berlín mættu nokkrar þúsundir til að andæfa hópgöngu hægri öfgasamtaka sem hófst hérna á Friedrichstrasse við lestarstöðuna á Friedrichstrasse rétt hjá þinghúsinu hérna í miðborg Berlínar þar sem ég stend núna. Lögregla sá til þess að það slægi ekki alvarlega í brýnu milli fólks á þessum stað. Og í Hamborg voru 10.000 manns á samkomu sem var boðað til í sama tilgangi. Þetta hefur verið frekar átakamikil kosningabarátta hér í Þýskalandi undanfarnar vikur og mánuði og það er greinilega talsverð skautun í þýsku samfélagi og umræðan innflytjendur og flóttafólk hefur verið áberandi, ekki síst út á árásum sem hér hafa verið. Nú síðast hérna í Berlín í miðborginni við minnismerkið helför girðinga. Þar var spænskur túristi stunginn í gær af manni sem sagður vera frá Sýrlandi. En kosningabaráttan hefur líka snúist stöðu Þýskalands í Evrópu og í svona þessu nýja alþjóðakerfi sem hefur verið að teiknast upp á síðustu dögum og vikum eins og við. Aber es bedeutet, dass etwas für uns wichtig bleibt und wichtiger wird. Und da müssen wir als Deutschland dann auch handlungsfähig sein. Nämlich, dass wir unsere Aufgaben in Deutschland und Europa auch lösen und dass wir dabei zusammenhalten. Das können wir auch. Der Wirtschaftsraum Europa mit seinen 450 Millionen Einwohnern ist größer und stärker als die USA. Wir können unsere Dinge regeln. Þetta var Olaf Scholz, kanslari Þýskalands og kanslaraefni sósíaldemókrata í Nordrhein-Westfalen í gær, fjölmennasta fylki Þýskalands þar sem mikilvægt að flokkarnir standi sig vel. Á svipuðum slóðum var líka Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata og líklega næsti kanslari Þýskalands. Hann ítrekkaði í gær afstöðu sína til Alternative für Deutschland, harðlínu hægri flokksins, sem útlit fyrir að fá 15 atkvæða í kosningunum á morgun. Mit dieser Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt, die davon Remigration schwadronieren. Nein, meine Damen und Herren, wir wollen diese Menschen in Deutschland haben. Sie müssen hier eine Heimat haben. Sie sind Deutsche. Schon aus diesem Grund kommt für uns und auch für mich eine Zusammenarbeit mit dieser Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt, zu keinem Zeitpunkt und zu niemandes Bedingungen in Frage. Es kommt nicht in Frage. Björn, það ekki mikil spenna með hver verður sigurvegari á morgun? Nei, alla kannanir hafa bent til þess og benda til þess að kristilegi demókratar fái 30% og Friedrich Merz verði næsti kanslari Þýskalands. Óvissan hins vegar afdrif litlu flokkana, hvort þeir komast á þingið og hvaða áhrif það hefur á stjórnarmyndunarviðræður sem hefjast væntanlega bara í næstu viku. Svo líka vert að minnast á það að svona samkvæmt könnunum þá 15 kjósenda sem hafa enn ekki gert upp hug sinn. Við sjáum hvernig þetta fer þegar byrja að vera að telja upp úr kjörkössunum síðdegis á morgun og annað kvöld. Takk fyrir þetta Björn Malmquist og við sjáum og heyrum meira frá þér.
Engin fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög. Traust á milli samningsaðila hefur beðið hnekki eftir að samband sveitarfélaga hafnaði sáttatillögu ríkissáttasemjara í gær. Dæmi eru að kennarar hafi sagt upp störfum í kjölfarið. Forsvarsmenn Kennarasambandsins kröfðust þess í dag að allir 10 fulltrúar í stjórn sambands sveitarfélaga gerðu hver og einn grein fyrir afstöðu sinni til tillögunar, en allir eru þeir flokkskjörnir í sveitarstjórnir. Flokkur fólksins hættir að vera félag og verður stjórnmálaflokkur. Þetta var samþykkt á landsfundi í dag. Formaðurinn segir umfjöllun styrki til flokksins hafa vakið furðu. Í stjórnmálaályktun sem samþykkt var á landsfundi Flokks fólksins á Grand Hotel í dag segir meðal annars að flokkurinn vilja að Landsbankinn verði samfélagsbanki, stytta biðlista og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, efla vegagerð og auka orkuöflun. Fundagestir samþykkt að breyta skráningu flokksins úr félagarsamtökum í stjórnmálasamtök sem skilyrði fyrir ríkisstyrk til stjórnmálaflokka. Ef einhverjum hefur dottið það í hug eftir að við erum búin að vera á þingi síðan 2017 að við séum ekki stjórnmálaflokkur, þá verður hann að fara að endurskoða það. En hvaða áhrif hefur þessi umræða þetta mál haft á ykkur? Þetta hefur vakið undrun, eiginlega meira svona furðu, og þetta verðist nú koma meira á svona eiginlega einni átt, og því miður þá hefur nú verið svolítið undurfurðuleg frá einum stað, sérstaklega og ofar öðrum. Hvaða stað eru það? Það er Morgunblaðið. Finnst þér viðeigandi að ráðherra skuli tala með þessum hættum tiltekin fjölmiðil og fólki sem þar vinnur? Það er verið að láta mann líta út eins og einhvern glæpamann. Já, þá finnst mér það allt í lagi vegna þess að ég lít ekki á þetta. Það eru líka lög sem gilda siðareglur blaðamanna og ég tel að margar þeirra, svo ekki sé meira sagt, hafi ekki bara dansað á línunni, heldur hafi verið þverbrotnar. Inga segir að ekki verið látið reyna á málið. En er þú og þið ekki bara ósátt við að sé ekki verið að fjalla ykkur á jákvæðan hátt? Nei, alls ekki. Inga segir margt að breyst í flokkstarfinu við að Flokkur fólksins komst í ríkisstjórn og í meirihluta í borgarstjórn. Þetta náttúrulega hefur breytt honum í mjög svo einn áhrifamesta stjórnmálaflokk landsins í dag og það er alveg, ég veit það ekki, þetta er svona eins og eitt risastórt ævintýr. Heilsu Frans Páfa hefur hrakað og hann áfram í lífshættu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vatíkaninu. Páfi greindist með lungnabólgu í báðum lungum og hefur legið í viku á Gemelli í sjúkrahúsinu í Róm, þar sem hann fær súrefni og blóð. Hann er með meðvitund en ástand hans er talið alvarlegt. Sveitarstjórn Skagafjarðar sér ekkert því til fyrirstöðu að meðferðarheimili fyrir börn að Háholti verði aftur tekið í notkun. Húsið hefur meira og minna staðið autt síðustu ár en áður var það nýtt sem neyðarvistunarúrræði fyrir börn á vegum ríkisins. Og þessi staða sem er á þessum málaflokki í dag eins og þetta blasir við manni gegnum fjölmiðla er náttúrulega alveg hrikaleg sko. Og á sama tíma erum við með hús hér sem er tómt. Þannig að mann finnst þetta svona mjög absúrt að þetta skulle vera svona. Háholt í Skagafirði var byggt sem meðferðarheimili fyrir börn 1998. Þar eru 9 herbergi og þar var farið í miklar endurbætur 2014. Þar gátu sakhæf börn til dæmis afplánað fangelsisdóma. Sumarið 2017 var þessu meðferðarheimili lokað eftir næstum því 20 ára starfsemi. Sveitarstjórnin hérna í Skagafirði segir ákvörðunina að hafa komið sér algjörlega óvörum og þau hafa margsinnis síðan lýst yfir vilja til að opna hérna aftur. Til að gera langa sögu stutta, þá vorum við bara orðnir úrkula vonar að ríkið myndi eitthvað hafa áhuga á þessu aftur. Þannig að við settum húsið á sölu. Ítrekað hefur verið lýst yfir neyðarástandi í málefnum barna undanfarna mánuði. Á Stuðlum eru 4 neyðarvistunarrými fyrir börn og eru það einu rýmin sem eru í boði í landinu. En þau henta ekki alltaf árásargjörnum börnum sem ekki geta verið í nálægð við aðra. Af þeim sökum hafa börn í minnst 3 tilvikum verið vistuð í gluggalausum fangaklefum í Hafnarfirði. Þetta var bara stefnubreiting hjá ríkinu á þeim tíma að ætla að loka þessum útibúum sem voru á landsbyggðinni og flytja þessa þjónustu alfarið á höfuðborgarsvæði. Og við vorum aldrei spurð því hvort það ætti að loka hér eða ekki. Það kom bara tilkynning til sveitarfélagsins þar sem var tilkynnt það að samningnum væri sagt upp. 2004 voru 7 meðferðarheimili fyrir börn á vegum ríkisins. Í dag standa eftir Stuðlar og Bjargey meðferðarheimili fyrir stúlkur. Barnamálaráðherra segir sennilegt að það verði að byggja hús fyrir neyðarvistun og ekki útilokað að fleiri börn verði vistuð í fangaklefa þangað til. Forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar segir ekkert því til fyrirstöðu að aftur verði opnað meðferðarheimili í Háholti. Húsið er bara því að vel við haldið öll þessi ár sem það var í leigu til ríkisins og
og bara í góðu standi í dag. Vinstri græn hyggja á stórsókn í sveitarstjórnarkosningum á næsta ári. Félagar í VG sátu flokksráðsfund í dag. Þetta var fyrsti formlegi fundurinn frá alþingiskosningunum í nóvember þar sem flokkurinn þurrkaðist út af þingi. Svandís Svavarsdóttir hefur engin áform að standa upp úr formannstóli fyrr en í fyrsta lagi á næsta landsfundi og segist tilbúin að skoða samstarf eða samruna við aðra flokka. Nú það sem er næsta dagskrá, að það að stilla saman strengi fyrir sveitarstjórnarkosningar og við þurfum líka að velta fyrir okkur sóknarfærum í því að vinna með öðrum. Ég held að það sé mikilvægt að fólk sem er félagslega þenkjandi og vill samfélag fyrir okkur öll tali saman og hafi kjarkin í það að skipuleggja sig og mögulega bjóða fram. En gæti átt við á fleiri sem heldur á sveitarstjórnarstiginu hafi rætt samruna eða samstarf við aðra flokka? Nei, við höfum ekki rætt það með formlegum hætti en við erum mjög tilbúin til þess að tala við fólk sem er í, og ég nefni sérstaklega bæði Sósíalistaflokkinn og Pírata. Söngvakeppnin nær hápunkti í kvöld þegar framlag Íslands til Eurovision verður valið. 6 lög keppa til úrslita og í ár hefur fyrirkomulaginu verið breytt. Ólöf Ragnarsdóttir, segðu okkur aðeins frá því. Já, í ár verður ekkert einvígi hingað til. Þá hafa 2 stigahæstu lögin keppt í svokölluðu einvígi og byrja ný símakosning bara á milli þeirra tveggja. Það er ekkert svoleiðis núna. Nú er bara 1 símakosning og þau stig gilda 50% á móti stigum dómnefndar. En eftirvæntingin er mjög mikil hér og kannski ekkert síður fyrir skemmtikröftunum og þá helst einum sem kom frá Finnlandi. Við hittum á hann hérna rétt áðan. And you're in Iceland now? Exactly. Now I'm here and I'm so happy. Your song was extremely popular and a lot of people still are mad about you not winning actually. So you've been singing this song for 2 years. Are you tired of singing it? No, I'm not tired because you make the song, you have to love your own song. But there's going to be a lot of people watching from home. Could you maybe teach us the little dance move you do? I can teach. It's like the singing part. Like nyt lähden tanssimaan, niin kuin cha-cha-cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niin kuin cha-cha-cha, kun mä kaadan päälleni champagne. That's the point. It's easy dance. If I can do, you can do. Já, það komið að ögurstundu og svona útsending, hún ekkert bara eitthvað hrist fram úr erminni. Gísli Berg, hvað þarf margar hendur í svona útsendingum? Í kvöld erum við með svona 150 starfsmenn en við erum alltaf búin að vera að undirbúa þetta síðan við vorum með síðustu keppni fyrir ári síðan. En allt gengur vel. Mikið af skemmtilegum spennandi græjum og náttúrulega landslið í sjónvarpsframleiðslu. Rúnar Freyr, þetta er afrakstur margra mánaða vinnu, er mikið stress? Alltaf bara svona jákvætt stress, já, en já, eins og þú segir, við erum að vinna náttúrulega, þú veist, það allar þessar græjur en svo líka hugmyndavinnan. Eins og glöggir áhorfendur vita þá söngvakeppnin ekki bara keppni í söng og söngvum, heldur líka þessi fjölskyldu veisla sem þetta er. Þannig að við bjóðum upp á skemmtiatriði, góð innslög, kynnarnir okkar blómstra og hingað koma helstu skemmtikraftar þjóðarinnar. Þannig að þetta er bara, ég segi, góða skemmtun. Akkurat, takk fyrir þetta strákar. Þetta verður, já, fólk er að tala þetta verði ein mest spennandi keppnin núna í dálítinn tíma og söngvakeppnin verður í beinni útsendingu á eftir fréttum, íþróttum og veðri. Takk fyrir þetta, Ólöf. Margar fjölskyldur nýta vetrarfríið í ferðalög en sumar fóru aftur í tímann í dag þegar blöð viku fyrir skinni í húsi íslenskunnar og blekinu var beitt að fornum hætti. Fjölskyldusmiðja í Edduhúsi íslenskunnar tók á móti bæði börnum og fullorðnum sem gátu kynnt sér miðalda heim skinnhandrita. Eftirlíking af Flateyjarbók var til sýnis og allskyns verkfæri, tengt handritaskrifum, lágu fram í vinnustofunni, þar sem afkomendur sagnamanna fortíðar munduðu fjaðurpennan á skinn. Hér erum við að skrifa á skinn, á bókfell, kálskinn
og svona fræða fjölskyldur það hvernig þetta var allt saman gert. Ég bara teikna mynd af einhverjum kötti sem hefur andlit á hliðinni og bara gera einhverja rúnir og gera fjaðurstaf hér og rúnir hér og myndir hér. Við setjum ekki oddinn beint heldur höllum fjöðurinn aðeins. Er það erfitt? Nei, það er mjög þægilegt. Ertu að skrifa með þessu bleki? Já. Og hvernig gerir það? Bara svona. Þetta er erfitt, mjög erfitt, finnst mér. Ég að skrifa Ísland áður fyrr með gömlum stöfum. Ég lærði svona skrift í skólanum, við erum að gera leikrit og ég að skrifa með fjöður og bleki. Þetta ég held kálfhúð. Ég bara að reyna að gera einhverju svona tákn sem ég myndi örugglega sjá í víkingaöld. Hefur þú notað svona fjaðurpenna áður? Nei, aldrei. En þetta er mjög gaman. Þá að veðri, suður í hafi vaxandi lægð á leið norðaustur sem mun stýra veðrinu hjá okkur á morgun. Þá gengur í austan og norðaustan strekking eða allhvassan vind með rigningu í öllum landshlutum en slyddu eða snjókomu í innsveitum og á heiðum á norðurhelmingi landsins heldur hlýnandi. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Óðinn Svan Óðinsson sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hóf leik í þjóðadeild Evrópu í gærkvöldi þegar þær heimsóttu Sviss í Zürich. Óhætt að segja að leikurinn hafi aldrei náð neinu flugi. Myndbandsdómgæslan kom heldur betur við sögu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þegar 7 leikir fóru fram. Og við ræðum við dómarastjóra Knattspyrnusambands Íslands sem gerir sér vonir að myndbandsdómgæsla verði tekin upp á Íslandi á allra næstu misserum. Farið ekki langt íþróttir hér eftir skamma stund. Helstu atriði frétta. Geðlæknir var ráðinn á 4 mismunandi heilbrigðisstofnanir á meðan hann var til rannsóknar vegna meintra kynferðislegra samskipta við börn. Lögreglu ekki skylt að láta embætti landlæknis vita. Stjórnmálafræðingur segir ólíklegt að hægt verði að hrinda í framkvæmd öllu því sem boðað í samstarfsyfirlýsingu nýja meirihlutans í Reykjavík. Tíminn sé of naumur. Flokkur fólksins samþykkti á landsfundi í dag að breyta skráningu hans úr félagi í stjórnmálasamtök. Formaðurinn segir ævintýri líkast að vera einn valdamesti stjórnmálaflokkur landsins. Þessum fréttatíma lokið. Allar nýjustu fréttir má sjá á ruf.is. Við segjum þetta gott, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Úrslitakvöld söngvakeppninnar 2025 þar sem sigurlagið valið. Kynnar eru Benedikt Valsson, Guðrún Dís Emilsdóttir og Fannar Sveinsson.